sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Þátturinn með tónlistar ívafi, þar sem við hittum tvo kunna tónlistarmenn, þá Valdimar Guðmundsson og Má Gunnarsson. Við lítum inn í 20 ára Reykjaneshöll, fyrsta knattspyrnuhús landsins, en endum þáttinn á gamansömum nótum, nánar tiltekið í árshátíðar myndbandi Grindavíkurbæjar. Þar gera heimamenn góðlátlegt grín að sjálfum sér í grafalvarlegu máli. Hljómsveitin Valdimar heldur upp á 10 ára afmæli á þessu ári og fagnar því meðal annars með stór tónleikum í Hörpu. Aðal forsprakkin Valdimar Guðmundsson fæddur og uppalinn í Bítlabænum Keflavík. Fyrsta plata hljómsveitarinnar var tekin upp í hljóðveri Geimsteins og kom út árið 2010. Rocksafn Íslands í Reykjanesbæ var auðvitað tilvalinn staður til að hitta Valdimar. Já, hljómsveitin Valdimar fagnar 10 ára afmæli þessa mundir. Og við fengum auðvitað stofnandann, Valdimar sjálfan, Keflvíkinginn í hljómahöllina og þið eruð að fara að fagna þessum áfanga? Já, við 10 ár á þessu ári frá því að platan kom út, fyrsta platan, Undraland. Og já, það verður bara svakastu. Það á að vera veisla, tónleikar? Já, það eru tónleikar í Eldborg. Og miðasæli fullumgangi á Tix.is og já, þetta var stórir og miklir tónleikar og þetta var klárlega stærstu tónleikar sem við höfum haldið. Öllu tiltjaldað? Öllu tiltjaldað, við erum stórt band og svo flott, við ætlum að hafa svona visuala, svona backdrop fyrir aftan okkur og flott ljós og svona, þetta verður gott sjó, sko. Og hvaða efni, bara bland í póka, eða? Já, sko, við ætlum að hafa, þetta verður svona þannig séð, já, kannski svona best of program. Og ætlum að reyna að hafa þetta svolítið í tímaröð, kannski að reyna að fara fyrst í fyrstu plötuna og ég kannski tala svolítið hana og svo tökum við nokkur lög af henni og fara síðan í aðra plötu nr. 2 og tala hana og fara síðan í lög af henni og fara svolítið bara í gegnum söguna svona og hafa þetta, já, þetta eru náttúrulega 4 plötur sem eru komið þar út núna. Já. Og þetta eru meira að minna Suðurnesjamenn eða meiri hlutin í hljómsveitinni? Já, við erum, fimm í bandinu sem erum allavega hérna á Suðurnesjunum og 4 úr Keflavík og 1 úr Garðinum og þannig að já, þetta er mikið Suðurnesja blóð í okkur. Já, en hvernig hefur svona tónlistin, hefur hún breyst mikið hjá ykkur í þessi 10 ár frá fyrstu plötunni? Já, þetta er nú alveg þróast svolítið og maður finnur alveg svona mun á hverri plötu, fyrsta plata var svolítið hrá og svona, við vorum ennþá svolítið að leita að okkar soundi svona og maður heyrir með þess að á fyrstu plötunni lögin sem voru tekin upp fyrst, sem voru tekin upp í rauninni tekin upp 2009. Maður heyrir það einhvern veginn, að ég heyri það allavega á söngnum að ég er ekki ennþá búinn að finna röddina mína svolítið. Það er svona, hálf platan er svona svolítið sungin af svona einhverjum frekar óreyndum söngvara svo kemur og svo í öðrum lögum ég búinn að syngja smá tíma, við erum búin að taka nokkra tónleika og svona dót og þá er ég aðeins búinn að finna röddina betur og ég ætla að heyra mjög mikið mun á til dæmis lag eins og Þessir menn. Það er að tekið upp svona fyrra hólinu og já, þar er ég bara mjög svona, ég finnst ekkert voðalega vel sungið það lag en svo maður hlusta til það yfirgefin, það er miklu reyndari söngvari en svo á plötu nr. 2 þá var aðeins meira svona hvað segir maður svona, kannski professional sound á okkur einhvern veginn. En þið slóuð í gegn með þessari fyrstu plötu? Já. Nokkur mjög vinsæl lög? Já, það var, blessunarlega og það alltaf gaman, en auðvitað veit maður líka alltaf þróast, sko, og já, maður finnur alltaf, platan, við tökum kannski það sem við erum að gera á fyrstu plötunni og setja það upp á næsta level á plötu nr. 2 og svo plötu nr. 3 þá fyrir við aðeins niður aftur í Energy, við fyrir með svona kassagítarmúsík, svona rólegri músík svolítið og svo á síðustu plötunni þá voru bara ákveðið að fara alveg all out sko í rockið sko. Þannig að það er alveg svona til að maður heyrir alveg muninn á hverju plötu en þetta er alltaf auðvitað, maður heyrir alltaf að þetta er við sko. Já. Er eitthvað lag eða einhver plata sem að, er svona, þú heldur mest upp á? Sko... Eða er þetta eins og börnum hans sem maður vill ekki að gera upp á milli eða? Það er erfitt og ég svo sem þetta er upp með, já, kannski bara út í hún er svo nýleg þegar mér finnst eiginlega síðasta platan okkar að vera besta platan okkar en ég held að það sé örugglega svolítið hollt að finnast það að síðasta sem maður gerði sé það besta sem maður hefur gert þá er maður alltaf að fara eitthvað fram og eitthvað framför
og ég held að mér finnst það í alvörinni að vera okkar besta plata, sko. Eru þínar rætur alltaf hérna, svona, þetta er... Já, mér er svona, maður er auðvitað búin að skjóta svolítið rótum núna í Reykjavík, en maður veit alltaf koma hingað aftur, eða svona, og ég aldrei að vita kannski þegar maður er orðinn eldri að maður komið aftur, sko, og svona, þegar maður er sestur í Helgastein, kannski kíkja maður aftur í heima, já, kannski 30-40, þá sjáum við til. En hvernig er svona, hvað getur þú sagt, að þú flötur í bæinn og ég spyr þig svona, þú ert atvinnu tónlistarmaður, þannig að hvernig er það líf? Það er bara... Það syngja alla daga, hvernig lifur á þessu? Sko, já, þetta er bara auðvitað bara mismikið að gera hjá manni. Maður finnur bara að þetta kemur svona í bylgjum, stundum er alveg brjálað að gera, stundum ekki neitt og maður bara þarf svolítið að skipuleggja sig bara að vera svona að gefa sér, eins og ég alltaf að gefa mér bara ákveðin mánaðarlaun til dæmis, og maður má ekki bara eitthvað, maður fær peninga bara, já, það er öllum, og svo kannski kemur ekkert gig, kannski 2 vikur eitthvað, þá maður blankur eitthvað, og maður þarf aðeins að skipuleggja sig þannig, en ég er svona, þetta er orðið það mikið núna og þetta er farið að flæða það vel hjá mér að maður þarf í raun ekkert að pæla ómikið í því, en þetta er bara, eins og segja, auðvitað maður er alltaf með svona smá bakvið þeirra svona, hvað síminn ringir bara ekki aftur, eða hann hætti bara alveg að ringja, hvað gerist þá, hvað ég get að fara á sjóinn eða eitthvað, en það er kannski svona ókosturinn, maður hefur ekki þetta öryggi sem er að bara mæta alltaf 9 to 5 eitthvað dæmi, sko, en svo er alltaf líka auðvitað svo opaslega mikið frelsi sem fylgir þessu og maður getur skipulagt sitt einhvern veginn bara svona sin eigin herra einhvern veginn og það er bara voðalega mjög næs. Hvar liggja þínir hæfileikar í tónlistinni? Eru þeir fyrst og fremst í söngnum? Ertu að semja eitthvað kannski eða hvernig er staðan á þér sjálfur? Já, svona ég maður er svona allt múlíkt maður. Já. Er það ekki gott? Já, sko, auðvitað maður er alltaf, við höfum verið, við Ásgeir semjum mjög mikið músíkina. Við erum svona, gerum yfirleitt flesta grunna fyrir plöturnar okkar. Og já, ég myndi nú, og ég segi sjálfur frá, ég segi nú alveg frekar sterkur í því. Og svo auðvitað, söngurinn, sko, það er svona svolítið vinnutækið mitt, sko, er röddin, sko. Og hún hefur framfleytt mér núna síðustu ár. Þannig að hún er klárlega einn af styrkleikunum, sko. Og svo er maður náttúrulega, já, maður er nú ágætis básúnuleikari líka og ágætur ég að útsetja og svona og maður er bara svona allir svona, þetta er allt svona samverkandi þættir, sko, maður nýtir. En varðandi nafni á hljómsveitinni? Já. Það er ekki mjög algengt að hljómsveitir heiti eftir einu manni, eða hvernig? Nei, ég veit þetta er nafnið þitt og svona, en það er svolítið gaman að því að... Tókum svolítið svona Bon Jovi á þetta, sko. Já, þannig að það þekkistu þetta, en... Já, þetta var eitthvað, við vorum einhverju bölvuðu bastli að reyna að finna nafn á þessu hljómsveit og við vorum eitthvað búin að vera alveg að reyna að finna einhverjar ég man ekki hvað, við ætlum að heita Hamstóla eða eitthvað svona fárlegt og einhvern veginn var eitthvað Kvartett Valdimar Guðmundsson, það var einhvern veginn 1, sko, þegar við vorum bara 5 eða Kvintett minni, og alls konar nöfn og svo var Ásgeir eitthvað svona velta fyrir sig, já, það var nú keflísku hljómsveitir eins og Hljómar og Hjálmar enda bæði á mar. Já. Og ég fyndi eitthvað sem endar á mar. Og þá sagði hann Sigmar og ég sagði já, eða Valdimar. Og hann eitthvað, já, jú, kannski bara það. Og einhvern veginn út frá þessu var þetta fyrir valinu, sko. En svona, já, en þetta hefur náttúrulega auðvitað búið til mikið misskilning í gegnum árin, sko. Ég má helst ekki vera að syngja neins staðar annar staðar og heldur fólk að þetta sé hljómsveitin Valdimar sem er að gera hlutina og en já, þetta er svona, já, en ég vil alltaf koma það frá, þetta er ekki eitthvað svona ego-thing hjá mér, eitthvað, þetta verður að heita Valdimar og ég heiti Valdimar, þetta er bara, þetta er einhvern veginn Ásgeir kom með þessa tillögu og ég sagði þetta og fannst þetta mjög skondið og síðan einhvern veginn, já, hljómsveitin heiti það bara þá.
Þarf til að setja kannski EHF fyrir aftan hljómsveitina en ekki þegar þú ert sjálfur að syngja. Ég meina, ef ég ætla einhvern veginn að vera með eitthvað svona vonan sólóferil, þá er ég bara að finna einhvern, bara búið með, bara skýra mig upp á nýtt. Það heldur þau að gera það bara. Nákvæmlega. Þannig að þú ert bara brattur þessu dagana og ert að fara inn í afmælisár hljómsveitarinnar og... Já, við bara mjög spenntið fyrir tónleikunum og já, þetta verður bara geggjað sjó og ég hlakkar mikið til. Já, glæsilegt. Bara takk fyrir spjalli. Takk fyrir mig. Reykjaneshöllin var opnuð formlega í febrúar á aldamóta árinu 2000 og fagnar því 20 afmæli þessar mundir. Þessi bygging markaði tímamót í knattspyrnusögu landsmanna og var stór ákvörðun hjá bæjarstjórn Reykjanesbæjar á þeim tíma. Gífurlega aðstöðubreytingu var að ræða hjá knattspyrnufólki í bæjarfélaginu og við ræddum það við Eystein Hauksson, þjálfara meistaraflokksliðs Keflavíkur. Fyrsta knattspyrnuhús, knattspyrnuhöll landsins, Reykjaneshöllin, 20 ára þessar mundir. Hvað hefur hún gert mikið fyrir fótboltann ef ég spyr þannig? Hún hefur náttúrulega verið rosalega lyftistöng aðstöðulega séð og ég var hjá Palla Guðlaugs sínum tíma þegar það var að opna þetta og þá náttúrulega bara með stjörnur í augum þegar maður löbbuð inn og þá var náttúrulega sandur í grasinu þannig að maður voru að renna sér annað þá stóðu menn bara upp hálfur menn leiku við en það er búið að bæta hana síðan og þetta er náttúrulega bara ómöndilegt eins og fyrir krakkan okkar yfir veturinn að geta komið inn og annað og sko varandi þýðinguna þá eru sumir sem segja það að ef þetta hús hefði ekki verið byggt á sínum tíma þá var ekki komin eitt hús ennþá. Þannig að þetta náttúrulega gerir gríðarlega mikið fyrir knattspyrnuna á Íslandi var að koma að þessum snjóboltastað. Þannig að þegar þið sáu þetta Reykjavík og Akureyri annar staðar að við varum með höll hérna, þá náttúrulega kemur ákveðin pressa á þá og það er náttúrulega frábært fyrir íslenskan fótbolta. Það eru komin allnokkur hús á Íslandi. Já, þetta er bara verið að komið. Það er komið náttúrulega fyrir austan og í Vestmannaeyjum og bara víða og fleiri á leiðinni, Hafnarfirði og fleiri stöðum. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega gott mál fyrir fótbolta. Hvar væru þessi ungmenni sem eru hérna alla daga að æfa knattspyrnu, hvar væri þau ef þetta hús væri ekki? Þau væru náttúrulega bara í íþróttahúsunum að taka tíma þar frá öðrum íþróttum eða úti í snjónum og það var nú þekkt í gamla daga. Svo sem náttúrulega voru notaði líka, veit ég, áður en höllin kom, þannig að en þetta er bara magnaði sjá krakkana kom bara í stuðbuxum og ból að æfa og það er frábært fyrir foreldrarna að vita þeim hér í staðan fyrir að vera kannski einhvers staðar að drepast úr kulda. Þannig að þetta var algjör bylting á sínum tíma og ég persónulega minni mér reglulega hversu mikill lúxus það er að þjálfa við svona aðstæður. En á sama tíma náttúrulega þá er þetta orðið sprungið, sem við þurfum í rauninni meira og mér skilst að sé að koma að gervigrasvöllur og veitir ekkert af því. Þannig að þá verðum við komin á mjög góða stað, tel ég. Þó maður kvart ekki yfir þessu. En ef við tölum svona, hvað ég segja, hvaða þýðingu hefur þetta haft gæðarlega séða í því að fleiri verða betri knattspyrnumenn og konur við það að æfa við þessar aðstæður? Ég held að sjáist fyrst og fremst í þeim fjölda atvinnumanna sem hefur komið hérna á svæðinu. Og bestu dæmin eru Samuel Kári sem kom í Bundesliguna, Stefán Ljúbisins búinn að vera út í Englandi og komið núna til Lettlands og hann Arnór Ingvi náttúrulega sem er kannski bara óskabarn þessarar aðstöðubyltingar þegar hann skorar þetta mark móti Austurríki. Það sýnir allt er mögulegt og þessi strákar veit ég að allir voru öllum stundum, ekkert bara þegar þeir voru að æfa. Þeir komu þegar það var opið og voru að æfa sig sjálfir. Og það er ekki síst það sem þetta býður upp á. Og maður sér alltaf krakka vera að koma sjálfa og ég held að það sé besta dæmið. Það sé þessi aukningi atvinnumönnum og þeir eru ennþá að fara út, strákarnir. Við höldum áfram í tónlistinni. Már Gunnarsson, Suðurnesjamaður ársins 2019, var hjá okkur í fyrsta þætti ársins og þar sagði hann okkur meðal annars frá stór tónleikum sem hann stendur fyrir í Stapa. Við spurðum hann út í tónleikana og líka æfingaferð hans til Búlgaríu. Komið með okkur heim til Stráksa. Við hittum þig þarna rétt fyrir áramót og þú varst aðalefni okkar fyrsta þáttar á nýja ári. Svo stakkstu bara af.
Já, ég stökk til Búlgaríu, eða reyndar byrjaði í Luxemburg, fór þaðan til Búlgaríu og þaðan til Noregs að keppa. Þannig að þetta var mánuður bara af prógrami, mjög þéttu prógrami. Og hvað getur þú sagt okkur frá þessari ferð? Hvað varst að gera? Þetta voru æfingarferðir, sem sagt æfingarferð til Luxemburgar þar sem ég bæði var að æfa og hitti gamla vini. Síðan fór ég til Búlgaríu að æfa með búlgarska landsliðinu, bara upp í fjöllum í 2200 metra hæð. Það sem svona aðeins öðruvísi umhverfi heldur en hér heima og svona má það kannski aðlagast nýjum hlutum, engin lúxus og tungumálakunnátta Búlgara almennt ekkert sérstaklega góð þannig að maður þurfti að læra svona að vera í samskiptum við fólk með öðru sem hætti. Þetta voru einhver meðaljóna sem varst að æfa með þetta? Nei, þetta voru allt einhverjir ólympíumeistarar eða heimsmeistarar eða tilvonandi ólympíu eða heimsmeistarar. En hvernig gerist þetta? Þið búin að kynnast þessum mönnum að þú ert að æfa þarna bæði undir handleiðslu snillinga og já, á sama stað og margir afreksmenn? Já, algjörlega. Við erum búin að fara þarna núna 3 svar. Núna í 2 vikur í ár og síðan vorum við í 4 vikur í fyrra. Og þetta hefur bara reynst okkur mjög vel og það sem að einhvern veginn okkur finnst svo dýrmætt að það er engin lúxus þarna, engin peningur, ekki neitt, en það er bara rosalega góður andi og fólkið er ótrúlega næs og einhvern veginn bara stuðningurinn sem að þau sýna líka okkur er bara ótrúlegur með að leyfa okkur að vera þarna vegna þess að það er alls ekkert sjálfgefið. En nú er það músíkin, Már, og þú ert komin aðeins upp úr sundlauginni og stór tónleika framöndan. Heldur betur. Þetta eru tónleikar sem við erum búin að skipuleggja í þó nokkuð langan tíma sem að kallast Alive og er í rauninni framhald af útgáfutónleikunum sem ég var með fyrir ári í Stapa sem að heppniðist alveg frábærlega, þvílíkt góð mæting og okkur langaði bara að gera þetta aftur. Ég er að flytja inn 9 manna stórhljómsveit frá Póllandi. Þetta eru þá einstaklingar sem spiluðu inn á plötuna mína og Ísold systir mín verður þarna auðvitað gestasönguna Sigríður Tólasís og ég bara get ekki beðið að fá liðið til landsins og halda gott partí. Hvaða lög eru það að fara að flytja hérna? Við tökum þarna flest lögin af plötunum minni, Söngur Fuglsins. Söngur Fuglsins, já. Já, eitthvað nýtt efni og síðan auðvitað þarna með Siggu. Já. Það er bara klassík sem að má ekki sleppa. Þannig að þú ert bara spenntur og miðasalan gengur ágætlega og þetta er allt í full swing ef við segjum svo. Já, alveg, minnst bara ótrúlegt hvað bærinn hefur tekið þessu vel og ég hef sagt áður að Reykjanesbær hefur stutt mig frábærlega og ég er afskaplega þakklátur fyrir það og vonandi sé ég bara sem flesta að mæta á tónleikana. Þú ætlar að bjóða íbúum utan Suðurnesja, þú ætlar að hjálpa þeim að koma? Algjörlega, við erum með Bus for You býður öllum tónleikagestum sem óska ókeypis rútu frá Hamrahlíð 17 fram og tilbaka á tónleikana. Það er bara þeir sem eru með miða þurfa bara að skrá sig. Allar upplýsingar eru á tix.is eða... Ertu að selja miða á tix.is? Já. Svo segja. Við hlakkum til. Bara ég líka. Og gangi þér vel. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavík, hefur verið áberandi í fjölmiðlum síðustu vikur út af jarðhræringum í bæjarlandinu. Árshátíð Grindavíkur bæjar var haldin nýlega og þar var gert óspart grín að ástandinu í bænum og bæjarstjórinn gerður ábyrgur fyrir jarðhræringum og eldgos á Vá. Við skulum segja að hér hafi Grindjánum tekist vel til í gríninu. Má valla að vera með Facebook-síðu fyrir vettins? Já, þetta var ekki bara algjörlega. Sæl verið, gleðileg hátíð. Þetta er kátíð. En þú veist fisk? Nei, ég skil ekki. Nei. Þú veist það bara, já. Ég veit það ekki, þetta er bara svo einhverju fá eitthvað að borga fyrir eitthvað skuldfisk. Já, Excel-skjá bara eitthvað. Hver var?
Annar bæjarstjóri? Skál. Hvernig var í gær? Á þorrablótinu, bara ágætt svona. Ekki meira það? Nei, ekki sko. Takk fyrir. Af hverju er ég að ljúga svona sjálfum mér? Það þekkti mig enginn á þessu blóti og þetta er allavega ekki þynkuna virði. Hvað get ég eiginlega gert til að gera mig meira sýnilegan? Hækka bæjarstjórnar? Nei, ekki gekk það. Kaupa rándýrar hraðamyndavélar? Nei, það virkar ekki. Ég verð að finna einhverja leið til að koma mér í sjónvarpið og útvarpið og blöðin bara á allstaðar. En hvað með hérna vúdúbókina sem ég á? Ætli þetta virki eitthvað? Það sakar ekki að reyna. Þetta ekki okkur að vera að draga okkur á með fund. Þetta er algjörlega plantlis ískið það ekki heldur. Ég er ekki geimi í þetta núna sko. Veit einhver hvað í fjandanum þetta snýst um? Jú, þegar maður finnur eftir þetta blót. Já, komið öll sæl og blessuð og velkomin á þennan fund Almannavarnanefndar Grindavíkur. Tilefnið er ekki skemmtilegt því það gæti verið von á gosi rétt við hliðina á okkur. Áttið ykkur á því. Er þetta eitthvað djók? Það er alveg nógu mikill skjálfti í manni síðan í gær. Bíðið nú aðeins við og ekki hafa allt of miklar áhyggjur á þessu stigi því hér er komin listi yfir það sem á að vera í viðlagarkassanum okkar. Hérna á þessum lista er það allra nauðsynlegasta sem þið verða að taka með ykkur, eins og gleraugu, lyf og svo beinharðir peningar. Þetta er bara engar áhyggjur. Alveg róleg, þetta reddast allt saman. Ekkert vandamál. Gangi ykkur bara vel. Gangi ykkur vel. Allt í góðu. Dómsdagur nálgast! Ertu með köttinn? Já.
Tómasson núna. Leið við þökkum fyrir áhorfið á Suðurnesja Magasín þá viljum við minna á öfluga fjölmiðlun Víkurfrétta á Suðurnesjum. Við gefum út vikulegt fréttablað sem fagnar 40 ára afmæli á þessu ári og við segjum líka fréttir á Víkurfrétta vefnum vaff.is á hverjum degi. Kylfingar landsins fá sitt því það eru nýjar golffréttir á vefsíðunni kylfingur.is alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið þið séð á Víkurfrétta vefnum vaff.is. Við þykjum góðar ábendingar efni í okkar miðla. Sendið okkur endilega á vaff hjá vaff.is eða hafið samband með öðrum hætti. Takk fyrir okkur, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ertu að fara í flug? Það tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík.